Það er svolítið Borg á morgun, hvernig bara leggst þig? Leggst mjög vel í mig. Þetta eru skemmtilegi leikir með miklum tilfinningum og mikið undir, þannig að þetta er bara hrikalega spennandi verkefni og stórt verkefni fyrir framan okkur sem við erum bara búin að undirbúa okkur vel fyrir og tilbúinir að mæta krafti í þetta einnig. Mættu þessum andstæðingi fyrir hvað, 2 árum í sambandsdeildinni, er þetta mikla breytingar á liðinu síðan þá? Já, alveg töluvera breytingar á því og ég held að við getum ekki nýtt okkur þann leik. Það eru mikla breytingar búin að eiga sér stað líka á Víkingsliðinu, þannig að það er algjör óþarfi að fara að kíkja í það en við erum búin að skoða á vel síðustu daga og búin að greina það og eins og segir bara mjög spenntir að kljást við þá. Hvernig liðið er þetta og hvernig leik bara býstu við? Þetta er svona gott varnarlið. Þeir eru fljótir að koma sér niður í stöður og gera liðum erfitt fyrir að skora og eru með hörku leikmenn líka innanborðs. Sérstaklega strækjarnir eru mjög öflugir, markaðasti leikmaður Bosníu. Þannig að það er margt í þeirra leik sem við þurfum að varast, en að samanskapur eru líka veikleikar sem við þurfum að nýta okkur og maður getur ekki beðið eftir að leikurinn byrji og testa sig við þá. Startvarnarliðið mikið í húi á morgun, býstu við lokaðum leik? Já og nei. Það getur alveg farið þannig. Við viljum náttúrulega bara spila okkar leik og ná stjórn á leiknum eins fljótt og við getum og eins og við segjum spila okkar leik, herjað á það og þrýsta þeim niður og komið með fyrirgjöfinni teig og reynt að opna það og þannig að spila honum hratt. En það er bara spurning hvernig þeir koma inn, en ég er svona býst við að við munum stjórna leiknum að mestu leika. Hvernig er bara staðan á heilsunni á mönnum Danni Hafsteins ekki verið með í síðustu leikum? Já, það er bara, hann er ennþá í vesenni með ökklan á sér, beinmarr og einhver meira í ökklanum. Þannig að ég stórefa að hann verður klár í þetta einvígi. En annars eru flestallir klárir í þetta einvígi. Og bara menn að koma líka tilbaka, búin að vera að fá fleiri og fleiri mínútur, þannig að það er bara mjög jákvæmt. Spilið mjög þétt þessar mundir, engin þreyta komin í mannskapinn? Nei, ég hef allan ekki tekið eftir því. Ég held að við höfum séð það bara líka í síðasta leikum á FA. Það var hellingsorka í mínu leikmennum og góð frammistaða sem við sýndum þar. Fyrir þann leik var leikur móti Tún, það var hellingsorka og góð frammistaða, þannig að við þurfum bara að halda áfram því og nota þetta litla momentum sem við erum búin að búa til, að nýta okkur það. Þegar svona leikur er undir og svona mikið í húfi þá gleymist öll þreyta og menn grafa djúpt í orkutankin að sækja sér í auka orkuna, þannig að ég hef engar áhyggjur að menn verða orkulitlir í þessum leik og síðan erum við bara með líka hörku bekk til þess að skipta út leikmönnum. Spilið leik gegn Val núna í millitíðinni á þessu einvígi, en færið KR-leikin sem er eftir á, hvernig vegna bara að færa KR-leikin en ekki Valsleikin? Það er nú fyrst og fremst bara út af ferðalaginu sem við vorum að fara heim. Þetta var brútal ferðalag sem við vorum að fara og sá leikur allt og nálægt og saman þótt að það hefði verið Valur sem hefði beðið okkar, þá er bara rosalega erfitt að ná að endurheimta eftir útileik í miklum hita á grasi, öðru sér undirlagi og síðan þetta ferðalag sem að beið okkar, þannig að lítill endurheimtunartími, þannig að við mátum það bara að þetta væri betra að gera þetta svona.